Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn. Mötley Crüe komnir á fóninn. Það alltaf að gerast. Tveir harðir mættir í stúdíóið 8. mars. Veit ekki með ykkur, kæru hlustundur. En við strákarnir við feeling. Vertu velkomin Egill Einarsson. Nei, sæll og blessaður Auðun Blöndal. Auðun Blöndal. Hvernig ertu? Ég illa nettur í dag. En þú? Ég hef ekki verið betri. Nei, ég búinn að hrista mér hana viðbjóð í vikunni að við skildum detta út á meistaradeildinni Manchester United. Það árshátíð á 365 á morgun og ég bara finna hérna í fyrirtækinu, það stemming og ég komin í gírinn. Við ætlum ekki að tala hennar leik. Nei. Það svo hátt stilt headphone hjá mér. Já, þú voru að taka af, annars kemur þetta feedback og það mir mjög unpro. Þú voru að lækka hérna í takkanum til hliðar, gera það breytir. Tæknimaður svo hérna á hann, allt niður þessu. Já, mann skeita hans með þetta. Þetta verður frábær föstudagur okkur dag, Blöndal. Já, herru, þú... Er þetta feedback? Já, þú verður bara að fara þarna og lækka í þessu. Við hvað vinnum tæknimaður hérna, allt niður þessu. Getur ekki bara að lækka þarna? Ok. Hvað er það? Ég veit ekki, þú veit bara með að setja headphone-in á þig. Hvernig ég veit hvort ég búið að lækka headphone-in þínu? Ég veit það ekki. Búið að lækka þeim? Þetta gefur mig kúk, Blöndal. Það er föstudagur, sko. Ég ekki að gefa kúk. Þú ætti að gefa mig kúk. Nei, bara... Alltaf ég voru tæknimaðurinn. Ég á að mæta, ég tilli mér, headphone eru klár, hljóðið er klár, tölvan er klár. Þú lækkar bara Nú þarf ég alltaf að standa í því að fikti ykkur headphone minna og ykkur tækniborðið okkur. Ég ekki að hennar þessu. Þerra er tárinn maður. Er búið að lækka í... Þetta er klárt? Þetta er komið? Já. Ok, það er ekkert feedback þannig að núna erum við góður. Já, ég ætti komið gott skapna. Já, hvernig ert þú Egill Einarsson? Ég er enda þarf ekki að spyrja þú, segir alltaf sama. Ég er bara ekki verið betri. Nei, þú hefur bara aldrei verið betri en akkurat núna. Það er reyndað var þessi vika viðbjóður. Já, það var skýta veður og við döttum út úr meistaradeildinu og eitthvað svona, en nú er bara komið föstudagur. Ég ætla ekki að tala um hérna meistaradeildina. Nei. Ég vaknaði á miðvikudaginn. Hérna og fór í vinnuna. Við vanalega ég veist hvað ég vanalega fljótur að keyra í vinnuna frá kórakörnunu í sporthúsið. Ég veit ekki, 3 mínútur. 4-5. 4-5, ok. Já, 40 mínútur. Já, 40 mínútur. 400 hestar bara jeppar, þetta ekki alltaf að monta á því? Já, þetta skiptir ekki máli höfðin, Blöndal, þegar það er meter snjór allavega. Ég býð Bláfjöllum. Já. Og til þykkari snjór það, hörðu, málið ég vakna, kík út úr glugganum og bara, hvað er að frétta? Ég sé ekki út. En okkur ástu að fara í vinnuna? Og málið að fara að mæti enga þjálfum? Nei, málið ég er með lág og grindavistölu. Já. Og það var ekki að hjálpa með neitt þarna morgun. Út af því að ég kíkt út úr gluggan og ég bara svona, hvað er að gerast? Venjulegum maður er kannski færa á Vísi eða kveikt á útvarpinu og svona, hvað er að frétta með veðrið? Ég gerði ekki neitt, ég bara út í fötin, út í bíl. Já, það tók mig kortur að fara að bílaplaninu. Ég tók þetta á ferðinni, bruni gegnum okkar skafl og beint út á götu og heppin að keyra ekki á eitthvað. Síðan á leiðinni verið að hugsa, akkur er ekki á götunum? Ég mætti ekki einu bíl. Nei. Ekki einum, stilla bylgjuna þegar ég var góðvindur. Já, þú hlustaði þegar ég var góðvindur og geta endur ítrykkað ég sagði á hann að enginn á að fara út og keyra og þá var ég bara fuck! En Ævar Gött Mönns var mættur. Hann var mættur í vinnuna. Já. Þannig ég hugsaði bara ekki, Gött Mönns er mættur í vinnuna, ég mætti í vinnuna. Ég tók 40 Hversu vont veður þarf að vera svo Ævar Gött Mönns mætti ekki? Ég get lofa að þetta er engamáli hvernig veður Gött Mönns er mættur í vinnuna. Já, hann er bara þannig human being. Hann myndi hlaupa í snjónum, held ég. Já, og fara létt með það. Já. Líkur. Og þú mætti þess að sporthús og það þurftir ekki að þjálfa neitt og þurftir bara að koma þér heim áttur það? Það mætti einn, næja, það er case-in í honum. Já, hann hjólaði. Ánaði með hann. Hann hjólaði. Já, that's a man on a mission, maður. Ánaði með hann. Við erum með fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustundur. Ég veit við segjum þetta alltaf en vonandi er það bara þannig. Það er þannig í dag. Það fyrir ekkert að millimála. Við ætlum að fara hér á eftir í stjórnlega staðarindir. Við ætlum að tjekka hvort sé ykkur sköllóttur að vinna á Lemon. Spurt og svaraður að sínast á. Hvað sagði þið? Ertu með einhverja breytingu þar? Já, frábæra fréttir fyrir þig. Já, ég hræðist það. Hver er breytingin? Nei, frábæra fréttir. Frálega, út af því að ég er hérna góðu félagi. Já, alveg frábær. Ég hugsa hvernig þér líður. Þannig ég hugsaði, hvernig get ég spurt og svarað þetta? Þannig að Blöndal muni líða vel. Þannig að spurt og svarað er tilenkað þér svolítið í dag. Já, þá veit ég að ég ekki eftir að fíla. Það verður eitthvað rugl. Svo við ætlum að gefa flösku, við ætlum að breyta reglu þar líka. Já. Og Egill fær sennilega stuðlaði sig, þannig að... Sennilega, já. Það er veistla hér hjá okkur. Það er ekki flóki. Það er bara veistla. Já. Skulum byrja þetta á Flow Rida. Hann er hér með lag sem heitir Let It Roll. Það er einmitt það sem við ætlum að gera. Við ætlum að láta þetta rúlla fram. Flow Rida fan. Nei, aðdáandi. Nei, alls ekki. Nei, Hjöpp alveg dýrkar þetta lag, ég veit ekki alveg hvað er. Já, ég elska hann. Nú, ok, þá ertu aðdáandi, væntanlega. Já, bara, þú veit, ég er ekki fan, en... Nei, en elskar hann. Já, ok. Hvað koncept eru að færa núna í félaginu? Hvað heldur þú sem að friðil? Já, við erum líklega að fara í slúður. Það er rétt ég þér. Jó, og ég er með fínan pakkaðan þér í dag. Það ekki. Já, ég ætla að byrja á Justin Bieber og fá þitt álit á þessu öllu saman. Beat Machine.
Beat Machine, menn eru hrættur það núti núna, hann sé að fara yfirum, hann fann að minna á Britney Spears á sínum tíma og fleiri stjörnur. Við vissum það alveg að það myndi gerast. Já, það erfitt að höndla allt svona. Það vissi að þetta myndi skýta á sig, en það er spurning hvenar á skýtur. Já, og hann hefur farið mikið hann í London, mætti 2 tíma og sent á tónleikana á mánudaginn, það var allt vittlaust. Það er ekki bara fashionably late. Nei, það er ekki fashionably late að mæta 2 tíma og sent þegar börnin hefur verið að fara að sofa, sko. Hann má ekki gleyma því að hann er barnastjarna, sko. Hann er ekki rappari. Og svo það líka að á tónleikum í gær, þá þurfti hann að hætta og það þurfti að fara með hann á spítala. Hann reyndi að klára í tónleikana, ég gef honum það, en þurfti að fara upp á spítala og læknandi vildi meina að hann sé að ofkeira sig. Hann er á jamminu til 4 nóttuna og er svo að halda erfiða tónleika alltaf kvöldi eftir og bara er að keira sig út strákurinn og móður hans og fleiri hafa mikla áhyggjur á hann í London. Bíberinn þarf að slaka á. Já, þetta bara að klára tónleikana og skemmta sér svo. Þú ert að hlusta Beat Machine, slaka á. Já, þú ert að hlusta 2 harða hérna núna, við þekkjum hann að bransa út og inn. Já, út og inn, sko. Ef þú ætlar að döga eitthvað, kallið minn, slaka það. Þú ert 19 ára, við erum 32 ára, sko. Það þýðir ekki ef nema planið að sé, keira á þetta bara 2-3 ára hörku, go out with a bang, þá er hann á góður leið, sko. Það planaði ekki. Já, hann má ekki fara yfir kallinn, hann þarf að passa sig eins. Ég er alveg ágættis Bieber-fan. Hann er búin að skána tónlist í honum og ég veit ekki hvað. Ég hef ekkert að móti því Bieber. Nei, næsta slúður af ræflinum Chris Brown. Þessi aumingi er enn og aftur komin í slúðurpressuna. Er þau ekki ennþá að dating hún og hann og Rihanna? Jú, þau eru eitthvað að hittast og það er ekki jákvæða fréttir af Chris Brown. En það er vist vídeo til honum þar sem hann gjörsanlega snappar á svona carpark valet og svona gauður sem er að leggja bílnum fyrir hann. Já, skates og gæja kosið. Já, hann í þessu vídeo öskra Chris Brown á hann orðrétt give me my fucking keys og ég ætla ekki að vera að útskýra fyrir bönnunum sem er að hlusta hvað það þýðir. Komdu með bjöfintins liklana. Já, það er svo sem ágætis útskýring og neitað að borga eitthvað $10 sem og það er komið vídeo á þessu út allt sem hann er að láta hennar mann heyra það og þetta er gott á hann. Já, hann er ekki, ég veit það ekki, hann þarf bara að fara að borða prósækið sitt eða eitthvað, þetta er ekki... Ekki vera leiðulegu gæjan sem leggur bílliðinu. Nei, verður bara kurtis og ekki berja kærustuna þennu umingiðin. Svo það loka slúðrið og það er af, nennu við nokkuð að vera að ræða hérna Kirsten Patterson og Kristen Stewart og Patterson og ekki frekar að segja frá Jordan. Michael Jordan. Alltaf ekki. Hann er að fætta þeim miklu meistara. Hann er tilbúin að fara að setjast í, ekkert setjast í helgastegi, hann er tilbúin að fara að gifta sig aftur og var að segja það bara ofinbella, hann er núna búin að... Hvað er að bara gifta svo oft? Bara einu sinni, hann er búin að vera skilinn núna í 7 ár og búin að vera, single og ekki single, hann er búin að vera að deyta og eitthvað, en ekkert eitthvað fast og segist núna að vera tilbúin að fara að festa ráð sitt aftur. Hann er að fara að fá sér a second wife. Já, allavega, segir hann var alveg tilbúin að gifta sig aftur og ég hugsa sér nú einhverjar stúlkur að núti sem var til að giftast besta íþróttamenn allavega tíma. Greimið þá. Það er ekki ólíklegt. Nei, en hann segir líka í viðtalinu að hann hefði aldrei gett átt, ég reyndar ánægð með hann hérna, hann tala fallega um konunum sína fyrirhandi og segist, hann hefði aldrei gett átt hann feril sem hann átti ef ekki væri fyrir hana. Þó svo þau geta ekki lifa hamingjusamlega í dag, þá gerði hún hann af þeim manni sem hann er. Þannig að þarna ertu bara með a class A guy. Þarna er Michael Jordan í viðtali. Þú lest ekki frétt, Michael Jordan sagði gæjan sem leggur bílum að svo opið raskat á sér og líka bara... Já, og barði svo konuna sína. Þarna ertu bara með alvöru mann. A man. A man. A man's man. A man. Þetta var slúðurpakki dagsins. Átt þú eitthvað slúður handa okkur? Egill Einarsson. Slúður. Greinlega ekki. Nei, þú leið mér að segðu bara um mig áður mætum. Finn þú svo eitt slúður og ertu með þetta? Ok, hvað eru búin að þátturinn, hann verður 2 ára núna í haust. Já, ég held þú ættir að vita alveg að við erum með slúður okkur með einasta degi. Þarf ég alltaf að vinna allt fyrir þau? Hér kemur Töfari og talandi Chris Brown á réðst hann á þennan einu sinni því að hann lagði vist í stæðið hans sem var ekki einu sinni mert honum. Þetta er lost. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Í
tilefni á opnun Wilsons pizza í Grafarvogi munum við vera með geðveik opnatilboð. 16 tómmu pizza með 2 áleggstegundum á 1000 kall. Eða þú velur pizzu af matseðli með 40% afslætti. Nú eru Wilsons staðirnir orðnir 5. Pantaðu hana í síma 581 1515. Það dálítið sumar í næsta sólskili. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Jarðarberja, súkkulaði, ferskju. Veldu þitt bragð á blöss.is. Komdu og startu með þínu liði í símabikarnum helgina. Njóttu handboltaveislunar með símanum. Við tökum Háskólaþorpið með okkur í bæinn. Sjáumst á Háskóladeginum laugardaginn 9. mars. Háskólinn á Bifröst. Sendu inn tilnefningar fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingu og þakklæti fyrir verk sín. Sendu inn tilnefningar í samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á vísir.is /samfélagsverðlaun. Veitt verða verðlaun í 5 flokkum alls og peningaverðlaun fyrir sjálf samfélagsverðlaunin. Frestur til að senda inn tilnefningar til 14. mars. Fréttablaðið. Allt sem þú þarft. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. 2 harðir með ykkur hér á föstudegi. Tvæhad. 8. mars og við erum ferskir strákarnir sem fyrr. Það svoleiðis. Já, þetta merkilegur dagur í lífi John Gunner, Nonna Plug, a.k.a. Nonna Tattoo. John Gunner Fagdoll. Fagdoll, er það nýja nafn á hann? Það er Geirdoll. Já, Geirt. Fagdoll. En hérna sko, hörðu, málið að hann lofaði þinn daginn, Blondale. Já, hann náttúrulega opnaði í dag, Lemon. Já, opnaði í dag, hann lofaði að hann myndi skölda út og gæfina hann. Ég er ekki að fara í dag. Nei, ekki heldur. En ég á bara að hugsa, hver líkundur að sé gæði núna sköllóttur að vinna það núna? Það pottitt, ákveð eftir hann að vera ljúga því. Hann sagði við mig að það myndi einhver sköllóttur vera þarna. Er ekki bara eitthvað svona dögt, þykkt hár og... Ég held að sé málega, ég held að sé engin ljósari gæðar þarna. Það er bara dökkari gæðar með það tett. Nei, hann var búinn að lofa sköllóttum manni. Það er bara þannig. Ok, gerum hérna smá rannsókn, Blondale. Sýndu bara, fara í jábúturins, myndu númerið á Lemon. Sýndu, ég skal tala. Eins og ég verið þarna í dag og þurfa að tala við sköllóttargæðan sem... Já, tjekka hvort það sé sköllóttargæðan. Já, ef það er ekki, þá fær Jón að heyra. Já, fær bara pluggið gott buttplugg. Það er bara hann. Ég meina, sótti annar hver íslendingur það bótti eitthvað sköllóttur verið þar, sko. Alveg, ég get alveg lofað því að voru eitthvað sköllóttur sem að sótti hérna. Lemon, góðan dag. Já, góðan daginn, hörðu. Ég var hérna fyrir í dag. Já. Getum við ekki að tala við sköllóttastrákinn sem er að vinna þarna? Getum við ekki að tala við sköllóttastrákinn sem er að vinna þarna í dag? Þú talaði við sköllóttastrákinn, já. Getum við ekki að tala við hann? Já, viltu fá að tala við hann? Já. Augnablik? Þetta pluggið, var hann ekki plugg sem svar? Var hann ekki plugg sem svar? Já. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver er þetta með leyfið? Erik heiti ég. Erik? Yes. Þú ert sköllóttur? Já. Það er bara hann. Ok, good shit, ég vissi það. Það er bara svoleiðis. Menn standa við sitt. Já. Og þú bara vinna á Lemon og bara sköllóttur í góðu feeling? Já, auðvitað. Ertu með tattoo eða? Já. Já, ok, það er enda hann. Ákveð ætti hann ekki verið góðan feeling þá hann sé sköllóttur í þetta? Nei, ég bara... Herri, ég er bara alltaf góð feeling. Já, nákvæmlega. Það er ég líka. Nei, ok, bara... En því, strákar? Verðum aldrei betri. Bara fanta feeling. Það ekki? Já, það kemur allir alltaf óvart ef einhver í fanta feeling ef hann er sköllóttur. Það er bara sem að reyja að vera þunglindur og... Nú? Já, það er alveg... Já, ok, þú er bara sköllóttur í fanta feeling. Nei, hann er nú bara þunglindur að vinna hann. Það er sama ruggli fyrir. Þessum maður getur ekki bara verið fanta feeling. Já, hörðu þetta. Þú heyrið það bara, hann er rínu góð skapi. En hörðu, þetta var bara hérna... Gaman að heyri þér, Erik. Herri, ég sömulegis. Gangið vel í vinnunni. Herri, já, takk. Herri, er Jón Gunnar gett að Nonni Plug? Hann er bara símónu hjá Lemon núna. Já, hann svaraði. Var það ekki hann? Hann svaraði? Já. Er það ekki? Jó. Og benti á einhvern Erik sem er sköllóttur. Ég held að fór ekki eins og ég planaði. Nei, ég vissi það. Jón Gunnar, hann er maður orðarsuna. Það er sköllóttur gæði. Já, svo kom þú veist. Hann var enda með að tett. Já, ég get alveg fengið með tattoo, sko. Hann er farið inn á því, ég get lofað því. Nei, okkur. Það eru 100%. Nei, þetta er örugglega bara, hann er sköllóttur og í góðum fílinga sem hann var þarna og er það bara, og veist, þú heldur alltaf við bara sköllóttar fólki sem bara þunglind allan sólarhring.
Nei, þetta kom óvart, ég veit ekki það. John Gunner, við þurfum ekki að hringja hann. Hvað kallar hann? John Fagdahl? John Fagdahl. Við þurfum ekki að hringja hann, út af því, hann stóð við sig. Já, og bara út af þessu ætla ég að fá mig lemon helgina. Þetta var, ég veit ekki eins og hvað þetta var, bara að tjekka hvort að Jón Gunnar var að segja satt. Too Close þeir að hlusta á 2 harða þennan föstu daginn og þannig hvernig líst þér að fara í sturla staðrendir I.J. Einarsson Þetta er bara með Nei, herðu, hérna nú komin Auðun, blessaður hér er mættur, forstjóri fyrirtækisins Ég kallaði Öddi Jú, hann er kallað það er Edvaldi mættur hér í stúdíóðu Hann elskar hann að kallaður Öddi Já, ég tekið eftir því. Það er annars stundum ávarpaður Öddi að kalla það í kvörtunarbréfum sem ég fekk frá hann hérna árum áður. Það har verið lítið það síðust árin. Það er búið að minnka, kvartanunnar. Já. Þá þarf hann að taka sig á eða ekki? Ég veit ekki, en það er þarna tilefni þess að ég hef komin hérna til að trufla hann. Mér datt í huga að kíkja hérna við og færa honum viðurkenningu hérna frá fyrirtækinu. Forláta úr. Það er ekkert annað. Vegna þess að, hvort sem að fólk trúir ekki, þá er Auðun Blöndal búinn að starfa hérna í full 10 ár. Já, 10 ára Þetta klappa hérna Hakkaður það Til hamingju Blondale Hakkaður það Já, er þetta út árshátíðin á morgun? Já, ég er að mæta það sko En þetta tengist árshátíðinni Því að við höfum haft það fyrir síð að afhenda þeim starfsmönnum sem hafa fyllt 10 ára starfsaldur í aðdraganda árshátíðarinnar úr svona deginum áður Já, ok, glæsilegt, það er hakkaður þetta Þetta er rosalega sko vel í lagt að sé á 10 ára afmælinu En Já, ég kom með sko 12 ár Já, sko, það hefur þá ekki verið samfellt því að það er passað mjög vel upp á þetta starfsbúra Já, ég var verktaki fyrstu 2 árin Já, þú hefur verið verktaki, sko Já En nefnilega málið er að ég held að menn hafa ekki haft trú á því þegar var að vera að starta þessu 1986 að framtíðin gæti menn sá ekki mikið lengra fram í tíman heldur 10 ára og þó það er gríðarlega langur tími Já, ég þakkaður þetta mann Þetta er impressive Já, takk fyrir það, þetta er sturlu staðreynd Komið úr fyrir morgun Þetta er í rauninni sturlu staðreynd Þetta er Kottnungu menn og þú og Sveppi hann er líka á þessum tímamótu núna Já, ok Skuli vera búin að vera hér bara í vinnu í heil 10 ár þannig ekki meira flögt á okkur heldur en þetta sko. Nei, ég er ánægður með þetta Það er slatti Já, þetta er bara Allt er bara árum að fíblast Takk fyrir þetta er tröflun sem ég var til í Þetta var forstjóri fyrirtækinsins Edvald að kom, verði ekki að opna þetta eil, sína þér Opna þetta, hvað er það, Raymond Weil? Fáum við hér, úr fyrir Raymond Weil Þetta var forstjórnin bara svona að gefa þér present Já, þetta var alveg Og Á með tröflun Já, með smá tröflun Þetta er ekki Búin að vera henni 10 ár blóndið Já, sko, þetta er alveg maður Að sjá Það er ekki að fara með þetta á morgun Sexy shit maður, þú ert að fara með þetta á morgun Þetta er rándist Þetta er shiny Mjög shiny En nóg af þessu rugli Við ætlum að fara hér í Þú skæði brott þetta dag Búin að fá gjöf frá forstjórunum og allt klárt Já, þetta er bara Ég fatt þetta ekki eins og þetta væri núna Nei, hann kom okkur á óvart til honum Já, og Til hamingju Blondale Takk fyrir það, E.J. Einarsson Við ætlum að fara í sturlaðar Já, við þurfum að býða bara aðeins með það En fyrst að við erum nú að ræða þetta Og sko, þetta byrja náttúrulega eins og Sveppi, við vorum báður verktaka fyrstu 2 árin En hefur þú verið á launaskrá einhvers staðar í 10 ár? Nei, hörðu Nú spyr ég þig Þegar ég var að vinna Ég byrjaði að vinna á IKEA Ég var lagergómur Lagermaður Já, ég var að laga líka í 2 ár Sko, en ég var búin að vera þar ég var að vinna með skóla, með MK síðan fór ég eftir MK, var hann eitthvað dúlla mér Hörðu, síðan var ég búin að vera í 5 ár bara í IKEA og síðan ég rankaði við mér ég fór í matsal og var alltaf fundi reglulega, veist, í IKEA og ég bara fer niður í sal og síðan bara svona hörðu, við ætlum að gefa viðurkenningar fyrir við sem að vera lengi og ég bara pældi ekki í þessu síðan allt ég bara byrjum á 5 árum og það er Egill Einarsson ég var bara Og það klappaður upp og svona? Það var ég bara 5 ár What the motherfuck Fannst þess að þú hefur búin að vera stittra? Ég bara, er ég búin að vera í 5 ár Ég held ég hefði hægt, bara daginn eftir Já, bara tókstu bara viðurkenninguna þinn og fóst Það er bara komið gott En hvað fegstu að vera búin að vinna þetta í 5 ár? Einhverja hillu eða eitthvað? Ekki Raymond Weil úr Nei, en hvað fegstu? Ég held ég að fekk að smókuna pening ekki þegar ég manna það var ekki það mikið að ég mun eftir því Nei, en ég hef aldrei verið einhvern stað í 10 ár Nei, en það er líka hérna að fyndi að svona þegar ég var að byrja í 70 mínútum það var alltaf að vera að spyrja mig hérna það var allir svo hrættir í kringum mig með þessar vinir og svona en hvað að gera þegar þessi vitleysa er búinn það var svona eins og fólk trúði ekki að vera þetta að gera þetta og hér er þetta Já, hér er ég enn sem betur fer og með þessu væli ætlum við að fara hér í rándýrt lag
Það nóg af vandamálum hér en þetta ekki eitt If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 90... Snattast á grænum bíl sem eyðir litlu. Ergo býður 50% afslátt af lántökugjöldum bílalána og bílasamninga í mars fyrir nýja bíla og bíla með reynslu. Við aðstofum þig með ánægju. Ergo. Það viðrar vel í Eurojackpot og potturinn stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Útgáfutónleikar Blood Group í boði Thule Léttöl, Iðnó 14. mars, Græni hatturinn 16. mars. Sérstakir gestir eru Samaris. Miðasala á miði.is. Stóri dagurinn hjá Happdrætti Háskólans. Aðalútdráttur, milljónaveltan og milljón á mann. Ekki missa þeim stóra. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 12. mars. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Arion-appið nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Það réttir að hlusta hér á 2 harða. Þennan fyrstu daginn og við vorum á leiðin í Sturlaða staðarendir áðan en það frestaði staðins og við ætlum bara að fyrir í Sturlaða staðarendir núna. Hvernig líst þér á það? Það frestuðust þegar við sjáum ekki fyrir hvað myndi gerast. Það er Edvard myndi labba hérna og gefa þær úr. Já, það er erfitt að segja forstjórun að henda sér út úr stúdíónu. Já, það er ekki verra múf. En segðu mér eitt, við erum fyrir Sturlaða staðarendir. Já. Og þetta bara hitt og þetta? Er þetta bara já, ég gati ekki verið að taka aftur 2 tími að finna bara eitthvað dýr handa, sko. Ok. Miðurreill. En það er eitthvað dýr hérna líka. Ok. Og svo ætlum við að fara hér í spurt og svara eftir smá stund með eitthvað breyttum reglum í dag og ég hræðist það. Eftir að ég segir að en þú vilt út af labbaðinni voru að faðma mig og segja bara takk fyrir en af hverju vilt ekki segja mér breytinguna? Því hún kemur í ljósu eftir. Það er eitthvað surprise, eða? Ok. Er sem sagt einhver annar búinn að segja mér spurningar fyrir því í dag? Hættu þessu, veist þér ekki sem er spurningar sjálf. Ég er búinn að sína það margu oft í það senda. Ok, ég ætla að byrja þetta á Sturlunum staðrendum. Hér er fyrsta og meðanst hún merkileg, hún er kannski ekki fyndin en þetta er magnað. Okay. Pablo Escobar átti svo mikinn pening þegar hann dó að átti svo mikið það er sem sagt, þetta voru 2 Sturlunum staðrendur, ég blandaði þeim á saman. Okay. Pablo Escobar átti svo mikinn pening hann eitti $2.500 eða rúmum 300.000 krónum á mánuði í teyjur utan peningarna sinna. Hann var að eyða 300.000 á mánuði í teyjur. Hvað kostar einn teyja þú býði í Kólumbíu? Bara ekki neitt. Eitthvað var til hann maður. Þetta geima líka þetta cash út allt. Það er vesen eiga svona mikið cash. Þetta var að sko, það fannst einhver skemma sem var tróðfull. Ég var með Sturla staðrendin daginn, þá var einhverju 56 $1,000,000 eitthvað svona bull sko, sem var bara inn í einhverjar vöruskemmu og það var ekki eins og allt sem hann átti. Nei. Þannig að hann eitti 300.000 mánuði í teyjur til að setja utan seðlana sína. Svo er það hér næsta og þessu kom áður en mér finnst hún bara svo mögnuð, ég ætla að lesa hann aftur. Okay. Ryan Gosling var boðið að vera í Backstreet Boys á sínum tíma en hann hafnaði því því hann vildi verða virtu leikari og ég trúði mér, hann sér ekki eftir því í dag. Það nokkuð, menn að með fullir vinningur í Backstreet Boys þá er það bara heitast leikarinn í dag. Já, sínum tíma, en hvað er það að gera í dag? Óregla sem fylgir náttúrulega var tónlistarmaður, sko. Já, sem þú þekkir. Sem ég þekki, sko. Þú er náttúrulega bæði leikari og tónlistarmaður. Já, ég sko, miklu meiri regla sem fylgir þig að vera leikari. Það er það. Reyndar eru, sko, veist, allir leikarar eru fyllibittur. Já, það er að vera að drekka mánudöfum og svona. Já, veist, allir íslenski leikarar eru fyllibittur, sko. En hérna... Sko nú ekki fullir að það, allir íslenski leikari séu fyllibittur, en... Ekki fyrir ekki, 99%. Já, sko, ég held að þetta ruglaði saman, þegar þau eru að leika helgar, þá fá þessu stundum einhverjum öðrum dögum. Já, þetta hell í sig. En málið er að, þú veit, þú tónlistarmaður, þú skilur þetta ekki, þú aldrei prófað þetta. Þá ertu að túra át allt. Eitt kvöld eftir á Egilsstöðum, síðan bara allt í hennu daginn eftir hinum með á landinu. Á Blönduósi? Já, og því líka lífið maður. Ef ég ekki átt svona, við ekki verið svona kósi rútu á þessum tíma, þá hef ég ekki lifað þetta. En sko, þetta er ekkert öðru í þessi að ferðast um landi. Ég meina, ég var á Akureyri síðustu helgi að vera að fara á Flúður og eftir að skemmta. Ekki er þetta að taka neitt gríðal á mig en að haga sér bara eins og maður. Já, þú er aldrei haldið upp í 4-5 klukktíma tónleikum.
eins og þið hafið verið með 4-5 tíma tónleika. Þið áttu 3 lög, það refti mig ekki. Voru að spila það eftir einhver aðra tónlistamenn? Nei. Höldum áfram. Skapstórir eru skapstórir krakkar eru líklegri til að verða spilafíklar. Sturlustaðurinn. Þess að þú ekki sérstaklega fyrir þig. Óþólandi krakkið ekki. Mamma henni búin að segja bara 100 sinnum. Hún átti erfleikum með þig. Hún næstu búin að skila þér. Ég átti erfleikum með skap, já. Þannig að þetta er bara affekt. Nei, ég er nú ekki spilafíkil í dag. Þó ég er gaman að kíkja snöndum í póker eða spil. Já, þú ert spilafíkil. Það er alltaf bara fyrsta skrifið þeirra viðkynna. Já, ok. Segðu bara ég, Auðun Blöndal. Var skapstór sem krakki allavega. Hér kemur næsta beljur svitnaði gegnum nefið á sér. Vissur það? Ruggla það maður. Gaman, þetta er svona, þú elskar dýra. Af hverju, ég veit það ekki. Ég þekki bara enga belju. Svitningum nefið á sér. Já, það er bara eitthvað. Það er svíð. Þú veist, þú hlaupa brettinu og svitna bara nefið. Já, ég hef reyndar alveg verið í fótbolta með gaurinn sem svitni gegnum nefið á sér nánast. Ég fyrir aldrei lent í því og þetta er svona æfingu og svo bara leku svitin svona nefin á mönnum. Það er ekki sexy. Nei, langt í frá. Ekki það ég sé að reyna að fara í fótboltamönnum til að vera sexy, sko, en þetta er bara eitthvað rámt. Svo er það næsta, ef einhver syngur, þetta varst með magnað því að það er svo mikið til í þessum. Ef einhver syngur lag í kringu þeim sem þú þekkir, eru 90% líkur og þú sér byrjað að raula það sjálfur á innan 4 mínútur. Já. Þetta, ég prófaði þetta, ég hef náttúrulega að gera sturlaða staðarindir inn í hádeginu. Ég prófaði að byrja að raula lög og bæði Pétur, sem er hérna undan okkur, Pétur Valmynda í útsendingu, og Heiðar Östma voru byrjað að raula lagið sem ég byrjaði að raula, þannig að þetta svínvirkar. Það er bara svoleiðis. Já. I can see clearly now the rain is gone. Ég verður bara að syngja þetta núna, þá verður þú byrjað að raula þetta smá. Já, nú verður það komið í hausinn á mér. I can see all obstacles in my way. Hættu þetta að syngja for the love of God, maður. I can see í Samoa Samoa er eðlilegt í Samoa er eðlilegt ef þú átt of marga syni að ala þann yngsta upp sem stelpu. Þannig að það er leðilegt ef þú ert yngsti, bara yngstur af, eins og Simmi vil, hann er yngstur af 6 bræðrum, þá hafði bara mamma og pappi alið hann upp sem stelpu á Egilsstöðum. Já, bara ef hann væri Samói. Það er hann þá bara í stelpu, æfaði stelpu með fótbolta og bara með stelpunum? Nei, þetta er þetta góður punktur í það, Egil. Kannski í Samoa. Kannski í Samoa? Já, en nei, er þetta ekki bara þannig að vera í kjólu og eitthvað? Ég þekki þetta ekki, ég hef ekki búið að það. En ef hann rankar við sem 6-7 ára, þú veist, og er ekki samkynhneigður, í kjól bara, og segir bara hvað er að frétta Hvað er ekki í kjól? Þetta er bara uppeldi. Svo er það, já, þetta er mjög weird, sammála. Ein af hverjum 3 konum finnst gæludýrið sitt betri hlustandi heldur en maðurinn sinn. Sturlu staðarind. Betra að tala bara við naggrísinn sinn heldur en kallinn. Ein af hverjum 3, þetta er svolítið hátala maður. Þú ert til dæmis, ég held að þú sitt ekki good listener, Egil. Jú. Nei. Og það ég get haldið kjafti. Kostunum við að þú tala við naggrísinn, þú tala við hann ekki klippa fram með fyrir þér. Ekki nema sé ógæslega frekur. Hann neitt að segja svo, nei Stína, þetta er bara bullið þér með degið. Naggrísinn er bara, hann grjóthaldur kjafti. Akkur heldur naggrísinn sem pirraði þó hann getur talað? Eins og þú ert að segja mér eitthvað sögu, Blondale, þá við sko ég geri. Hvað? Ég þaga. Ég hlusta, þegar sagaðin er búinn, þá fara feedback. Þannig vinn ég. Ég grípa ekki fram með fyrir þér. Glæsilegt. Þá ert þú bara einn af, þá ert þú skárinn gæludýri. Takk. Það eru 2 eftir og þessi hérna á mögnum. Höfrungar sofa með annað augað opið. Spáðu, við erum alltaf hérna. Bara svo Steven Seagal. Já, nákvæmlega svo Steven Seagal. Það er svo Nico, hann var alltaf með annað augað opið. Það var ekkert hægt að ná hann. Nei. Þetta er mjög góða punktur. Já. Ég ætla að prófa þetta í nótt. Þá ert einhvern veginn, þú ert alltaf á Varbergi. Já, en það kemur eitthvað gæinn og ætlar að vera með leiðandi. Þú kemur, ég sé, einhver myndi skýta á sig þegar það kemur innbrotsjóðurinn, það væri þú. Akkurna. Og það er bara lofa. Ef þú myndir heyra, ef þú verður sofandi, þú myndir heyra eitthvað frammi. Ég segja það svolítið. Sem að ég skammast mér fyrir en satt. Ég var samt ekki, ég var orðinn 20, en mamma býr í Frostafoldi, og þá bjó ég heima hérna, sko. Var hérna með herbyggi. Rétt áður í flytti í Gnóin, og þá kemur á einu sinni nótt, og þetta er dagsatt, og það er bara einhverja bomba á hurðina. Við erum vakin bara klukkan 5 morgun eins og sé að vera að brjótast inn og ég fæ bara panic attack, bara fokk, hvað er í gangi maður, mamma kemur fram á náttfötunum og það er bara á hurðinni bara, ég bara, hvað er að gerast hérna?
Ég þorði ekki að fara að opna, ég lét móðir mín að fara að opna. Það var eitthvað blindvöld kettling sem fór að vitlausa hæð. Ég bara þegar ég sá konun, það bara, anskotin, okkur opnaði ég ekki. Ég held að það væri bara einhver gaur bara með hafnabaldakilvi eitthvað, en spáði ég ræfli, hann sendaði móður sína. Já, sendaði móðina. En ég var samt mjög nálægt henni, við löbbuðum eiginlega saman. Þú veist, ég var alveg við öxlinn á henni, en hún var samt henni framan. Sorglegt maður. Þú var að segja bara, mamma farin í herbyggi, lokaði hurðinni, I'll take care of it. Já, ég myndi gera það þetta. Hann myndi segja, mamma, undir rúm með þig. Ég er að fara að ná í þetta. Svara þessu. Ég sé þetta, mamma. Inn í rúm með þig, slaka þú á. Já, ég myndi hérna bara gefa henni kaffi. Hér er síðasta, höfrungar éta 1/3 af líkamsþyngd sinni af mat á dag. Hvorki meira niður minna. Hvað ert þú þungur Egill? 95 kíló, eða ekki? Nei, 96,7. Ná, þannig að það var eins og þú verið að éta 32 kíló af mat á dag. Já, helmingin eða? Hæ? Það er 1/3. Já, bara 1/3 bara. Já, 32 kíló, svo þú myndi éta 32 kíló af mat í dag. Já, það er ekki sen, sko. Ég er að fara bara 400 gram af nautalundu eftir. Já. Það er alla hálf kíló. Nú er ég búin að sitja þetta með þér í 45 mínútur. Ég heldur að þú sett búin að segja mig 2 eða 3 og setja bara að fá þér 400 gram af nautalund. Er þetta eitthvað svona montdæmi hjá þér eða? Topic of discussion var núna höfrungar bara 1/3 líkamsþyngd. En okkur sagði mér áðan. Og ég er akkurat bara 400 gram. Sem næstu í hálft kíló. Þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins. Hér rétt handað á hotnið er spurt og svarað og fleira. Það er allavega að styttist í það. En hér kemur eitt harrastalagi á stöðun í dag. Það er ekkert flóknara það. I know you wanted this. Fjandans vandamál. Með einhverjum Fjandans vandamál. Þekktustu rappurum heims í dag. Kendrick Lamar og fleiri þarna. Í miklum feeling, Drake og fleiri. Já. Ákveðis lag þarna ferð. Það er eitt sem ég ætla að ræða við núna blandi á. Já, hvað ætla að ræða við mig? Ég ætla að ræða við þig. Styttist í spurt og svala. Það er hérna bara rétt á eftir. Rétt á reynið hendum okkur í það. Hérna, ég kynnti þér forriti í gær. Þú til dæru nýkomin í The iPhone Family. Já, komin í iPhone Family. Og ég rakst á skemmtilegt forrit. Sem heitir Snapchat. Snapchat, það er, ég skal gefa þér það eitt, að benda mér á þetta er með því skemmtilega sem þú hefur gert í langa tíma, því að þetta er orðið uppáhaldsforritið mitt, Snapchat. Já, sko, það vita margir úti hvað Snapchat er, en þessi vita það ekki, ég ætla að útskýra það. Já. Þú semst að tekur mynd af þér og þú ræður hverjum þú sendir hana, einhverjum vinniðinum, sem er líka með Snapchat, og þú stjórnar í hversu marga sekundur hún byrtist á skjánum hjá vinniðinum, hvort séu frá 1 sekund og upp í 10. Já. Myndin hverfur síðan og þú setur bara 2 sekundur og sé ég henni 2 sekundur svona horfir, en ég get ekki seifa hana. Nei. Ef ég seifa hana, tek screenshot, þá fær þú tilkynningu um það, Egill tók að screenshot, þá veist að ég seifa hana og þú kemur heim til mín og með haftabáltakilfu. Já, eða bara, þú veist, treystir aldrei aftur. Já, eða ég fyrir aldrei búin að hafa mynda aftur. En ég var bentið þér á þetta skemmtilega forrið í gær, Blondel, í hátíðin í gær. Það er rétt. Mjög gaman. Ég nýtti með þessu, varst ekki ánægð. Ég gæti ekki sofnað í gær. Varst ekki ánægð með myndir á sig að setja? Ég gæti ekki sofnað í gær. Og nú ætlum ég bara að beða því sem vinnu minn. Þú ert ekkert að fara að ræða neitt. Það sem gerast á Snapchat, gerast á Snapchat, eða ekki? Já, ég ætla ekki að ræða það sem var sendt, en nú ætlum ég að beða þið bara please stop sending me pictures. Nei, þetta er rétt að byrja gallið minn. En ég skal stytta sekundina kannski, en þetta séu bara svona 2-3 ár. Hendur bara 1 sekund á þetta, það er nóg. Svona bara 1. Ég sopnaði 3 í nótt. Síðasta myndin mér hann í gær, ég vil menna hún að vera work of art. Síðasta myndin sem þetta er í gær, ég mun aldrei losna við hann á haustum. Og það meina ég aldrei. Ég get lofað því að ef ég næði að verða nýraður, þá mun ég muna eftir þessari mynd. Þetta er, en minna, á maður ekki að vera að flippa á þessu? Jú, ég minna. Þetta er ekki svona skemmtilegt flip. Þú bara, þú veist, occasionally kannski sendur mynd, kannski hvað það borða á svona, eða kannski bara brosandi í kameruna svona, eitthvað svona veiguð með svellinu minn. Já, pottið þetta er að gera það. Þú ættir að senda fullt af skemmtilegu myndum. Hafðu engar áhyggjur. Þetta er mjög skemmtilegt. Ég mælu með að fólk tjekka þessu sem er með iPhone. Já, það er, en sko, kemur ekki eins og þetta. Er þetta ekki bara svona æði sem dettur inn og svo er þetta horfið? Manstu það var allir að tala í einhverjum svona talstöð einu sinni? Já, Vox er það. Já, Vox. Já, ég held að hérna, þetta er svona dettir núna. Ég held að þessi verið vinsæll á næstu mánuðum. Vel veit að leta hrinja eftir það. Já, nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt koncept. Já, þetta er mjög skemmtilegt og já, það er þetta stríða félögum sínum og vinkonum. Allavega hafði ég mjög gaman að senda Agli myndir í gær. Það verður ekkert rætt hvað var á þeim myndum. En það er ekki svona reglan, er ekki svona eitthvað Snapchat-reglur? Það sem gerist á Snapchat, stays on Snapchat. Já, Circle of Trust, Snapchat. Það er rétt, en fáum... Það verður lag og síðan spurt og svarað, það er svoleiðis. Það er í hann að svara, spurt og svara. Og já, þú ætlar að segja mig bara þessar 9 reglur þegar þá? Já, bara fyrir þetta.
for you, babe. Útgáfutónleikar Blood Group í boði Thule Léttöl, Iðnó 14. mars, Græni hatturinn 16. mars. Sérstakir gestir eru Samaris. Miðasala á miði.is. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 3,4 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Hvað langar þig að verða þegar þú ert orðinn stór? Ekki fá valkvíða. Komdu á háskóladaginn og kynntu þér námið og félagslífið. Kiriyama Family og Ilja taka lagið og Sirkus Ísland svífur loftið. Háskóladagurinn 9. mars klukkan 12 til 16 í Háskólanum í Reykjavík. Risa DFD-markaður í Hagkaup Smáralind og Garðabæ. 100 titla í boði á frábæru verði. Langar þig í öðruvísi og framsækið háskólanám? Kynntu þér starfsemi háskólans á Bifröst í Háskólabíó laugardaginn 9. mars. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Topp tónlistastöð. Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr, sumi segja vitleysingurinn, sumi segja kraftliftingamadurinn. Ég segi vitleysingurinn, sem hvað heitir hann? Já, svona bara í ganni, ekkert illa, skilur. Nei, bara svona, hvað er vitleysingurinn? Já, vitleysingurinn með þér, eitthvað svona. En óttast kallaði tveir harðir. Og erum hér í miklu stuði á föstudegi, sem fyrr. Já. Og það er komið að, þú ert búinn að vera að segja mér hérna, ég ætla að sé einhverja breytingar í spurt og svara hér í dag. Já, þetta er mjög skemmtilegt tvist í spurt og svara. Ok, hverjar eru breytingarnar? Fleiri spurningar? Breytingarnar eru mjög góðar fyrir þig. Nei, góðar fyrir þig. Hvernig þá? Út af því, aldrei svo vant, snerust 90% spurningum og sendar inn, einhvern veginn þig, og þú veist, og menn vildu fá svör frá þér, en svona, fólk er ekki að fara að leita meira mikið til mín og svo gera það einu sinni. Það er einhvern veginn veit að þú ert með mér hérna og eru að beina spurningum til þín, í gegnum mig, svolítið sérstætt. Ok, á hverju hræðist ég að það er spurningar, verði mér ekki til hrós, svona eins og spurningar sem þú ert að fá? Sko, the fans eru að spurja þig Þetta er ekki the fans, en já, ok. Fans eru að spurja þig, Blondell, aðstóð. Já, ok. Hvað ertu með handan í þetta? Ég rauninni málegar, ég valdi þér bara 2. Vanlega er ég með 3. Ég með 2 spurningar þetta. Og báðar... Þær eru svolítið til þín. Ok. Það er svolítið komist, þinnur. Já, þetta verður eitthvað viðbjóður, en lestu þetta bara. Nei, ok. Já. Sko, það kemur hérna. Sæll og blessaður, man of inspiration. Er það ég? Nei, hann talaði mig fyrst, sko. Já, gatt verið. Ok. Slaka á. Sæll og blessaður, man of inspiration, man who fears no change. Jésús almáttur. Man of hope. Man of hope. Já, því líka vonin sem að þú gefur fólkið maður. Já. En spurningi mín til Blöðpúp, er það í lagi þú mikli þykki höfðingi? Og ég segi bara sjálfsögðu, gæli minn, bara fire away. og hann er að spyrja því, nú ekki spurningin. Já. Núna er ég að missa hárið. Næ, ég gat verið eitt. Á hverju vissi þetta er eitthvað svona djöfisisrugl. Þetta er alltaf bara, það er þvílíkt verið að kippa í hann á þér þegar þessar spurningar sem þú segir mér sjálfa þig. Svo er þetta alltaf eitthvað sköllóttuð þegar það kemur að mér. Alls ekki, hann er í vandræðum. Hann segir sérst, ertu með eitthvað svona tricks á lokasprettunum? Tricks á lokasprettunum, að því hann að missa hárið? Já. Sko, ég get ekki svarað þessum þannig, það er með þykkt hár. Já, til hamingju. Og hérna, hvernig, þú veist, það er ekki búinn að missa það. En hann er á lokasprettunum, hann er á síðustu metrum. Fáðu félagina til að bara segja þér þegar þetta er komið gott. Ekki láta hlæja þér á þannig að þú vitir að því. Þetta er alveg búið bara. Já, það er ekki gott. Það er frekar bara að taka þetta af því að þá hætti þær að stríða þér. Jói Áspjörs, hann beindi mér á að fara í strípur á lokasprettunum, það hjálpa líka. Og svo er hægt vist að fara að láta nutta svona habanero pipar í rótina á sér, en það er ekki þess verið, trúðu mér, þannig að habanero? Förum ekkert meira út í það. En já, ljósara trikkið, afleita það, er það út af því að þú dökkarur, þá sést meira og sést. Já, þetta er út í ljósi og svona. Ok, þannig að þegar þú svarar svo mjög vel.
Já. Ég ætla bara að hrósa þér, Auðun. Já, glæsilegt. Þetta þú hefði ekki að snúa sig ykkur leiðindi, þú bara svaraði hann. Já, menna, hvað var ég að gera? Þetta var hann Hermann, sem... Já, ok, beðið heilsa þér Hermann. Já, en hérna... Hvað var önnur? Það er spurning 2, já. Já, það er líka eitthvað í sér sköllótur. Nei. Ég minnst óleiklegt, maður sjá. Sæll og blessaður maðurinn sem er með hárin á réttum stað. Það er þú eða ekki? Það er sko, síðan segir hann, þykkt hár á hausnum en ekki út allan líkamann eins og sumir. Já, ég er sumir. Sko, mín spurning... Ég er væntanlega sumir, þannig að ekki. Það er ekki líka til mín, ég er sem skemmtaði við þér. Ég er sumir, þannig að ekki. Já, mér grunar að setja sumir hann er ætlaði að tala því. Ok, segir hann, mín spurning er til man of many poops. Hættu þessu púprugl. Hann Óskar segir þetta. Já, ok. Hvernig raka ég á mig raskatið? Þegar ég vil að... Ok, fyrir spurningi sem þú samtir, það var hægt að taka þátt í svoleiðis gríni. Hann ertu bara, veist, hvernig raka ég á mig raskatið? Hvað heldur að menn séu í því? Ég er ekki búinn að... Maður klára spurninguna. Hvernig raka ég á mig raskatið? Þegar ég vil að mitt sé stint og shiny eins og Gilsara. Það þarf að leggja þið inn. Ég hef alltaf vita en þú ert að tryggja það bara hérna maður segja hvað, föstudagurinn 8. mars 2013 þá finnst þá sem ég áttaði maður þú þarf hjálpið Óskar að senda spurningu stint og shiny eins og þitt hvað er það að tala eitthvað svona Óskar hérna, það er niðurlega Óskar sendi spurningun inn Já, ef Óskar er til og hann er segast reyndar að raka sér raskat Já, það er bara, ég er ekkert í því þannig ég get ekki hjálpað þér þetta var spurt og svarað með Blood Poop og Man of Many Hopes þökkum fyrir okkur líka röglið maður Ísland heitir Tiny Tempa og verður á Keflavík Music Festival Tiny Little Tempa þetta er lagið Drinking from the Bottle Viðkvæmur alltaf menn er ekkert að flækja þetta hana Viðkvæmur á hann í spurt og svarað? Nei, þetta er bara áðist Halló Viðkvæmur? Nei, ég var ekkert viðkvæmur En hvað, eru menn í því að vera bara hérna að raka á sér afturhendan? Já, menn farið það Nei Ég get lofað því Það er það máli Já, ég þykki ekki við það Já, áhugin 0 Bara það er bara svona over í Brasilís líka sem er vinsælt í dag hjá kallmönnum Þá er tekið hérna Þetta allt ekki líka? Já Þetta er kipt af sko Vilt þú þá ekki bara svara þessum spurningunum sem er verið að henda á þig þarna? Bönni svo mig Nei, þetta er að þú varst beðin um svari og þú skellt þér á Já, því að þú er náttúrulega eftir með hárið allt á réttum stað Greið Hann sagði það, þessi meistari Já, hvað hétt hann? Óskar En hinn? Hermann Þessi skjátaði maður Nei, ég er með þetta En hvernig, hvað er hérna Já, nú klukkan 17:11 Það er föstudagur, það er 8. febrúar Já, ég veit alveg hvað það var að byggja það styttist í stuðlaði, ég get alveg lofaði því það kemur einn eftir ég var bara að tjekka þér Já, og við höfum líka eftir að gefa flösku það er hellingur að vera hérna hjá okkur en ég ætla að spyrja þig Lýgur oft? Lýgi oft? Já Nei, ekki nema bara eitthvað svona tiny little lagi Já, eitthvað svona little bit lagi Já, bara eitthvað svona sem skiptir ekki máli Já, því að ég var að fá sendið hérna á FM preppinu sem sagt 5 algengustu lygar karlmanna og 5 algengustu lygar kvenmanna Og ég ætla að svona aðtöða okkur, þú kannist eitthvað við þetta? Í því sem sagt, hérna... Bara fólk sem er í sambandi? Já, þau er í sambandi, já. Já. Þetta verður par sem er í sambandi, legar. Já. Ok. Og ég ætla að spyrja það. Þetta er ekki verið fólk sem er aðbyrja að deyta, eða aðfara að hittast. Þau eru í a relationship. Hvað þarf ég að faxa þetta fyrir raskataður? Já, þetta er bara fólk sem er í sambandi. Ok, getur þú svarað þessu fyrir mig? Já, ok, hvað er með það? Ok, sem sagt, í fyrsta sæti, sem sagt, algengasta lygin hjá karlmönnum er að segja, já, ég er búinn að því. Já. 45% svöruðu að það væri algengasta lygin og það er sem sagt, ef að konan eða kærastæðin er að biðja eitthvað, varstu búinn að henda í þvottavél? Já, ég er búinn að því. Það er algengasta lygin hjá karlmönnum, að segjast að vera búnir að eitthvað sem þeir ekki búnir að. Já. Þá spyr ég þig, Egill Einarsson, maður í sambandi. Lýgur þú því að þú hafi gert eitthvað? Nei, ég myndi frekar fara í, sko, ég er að fara í þetta. Já, er að fara í þetta. Sem er enda lígi líka því að þú ert ekki að fara í þetta. Maður er ekkert að fara í það. Það er aðeins skári lígi. Næst algengasta lígin hjá karlmönnum var að símið er að vera batterislaus. Já, ég er örgulega í því svona 600 sinnum örgulega. Já, það er sem sagt algeng lígi hjá þér. Að símið er batterislaus. Nei, ég líði bara öllum, sko. Bara, þú veist, ég nefnir ekki að tala að það eru símið er batterislaus. Þess að heima
Þú ert að horfa á following, Kevin Bacon að fara kostum, syngir ykkur félagið, og bara svona, sendur SMS-verði, síminni battilskamni, ég heiði þetta. Já, þannig að það algeng lígi á þér. Já, auðvitað. Ok, og svo það í þriðja sæti var, ég á leiðinni, það með 40%, og þetta ég get sagt það bara hér og nú, þetta algengasta lígin hjá Steinda Junior, það nokkuð ljóst. Já. Maður getur hann segir ég leiðinni og hann ekki bara það í störtu. Nei, þá eru 3 tímar í hann. Já, á leiðinni. Já. Og það sem sagt algeng lígi á kallmenn. Varstu búin að greina hvað hvað Steinda? Þú veist, það hlýtti að vera bara eitthvað að honum. Því að hann kemur 3 tíma og seit. Þetta ekki eðlileg. Nei. Og þetta ekkert eitthvað einu sinni. Þetta alltaf. Já. En svo var það hér, ég sá ekki á hringdir eða sendir SMS. Það algeng lígi líka með 35%. Og svo í 5. sæti, ég horfi ekki á aðra konur. Sem 5. algengasta lígin hjá karlmönnum. Já, það alltaf besta lígi sem ég veist. Hvað? Þessi síðasta hana? Nú, veist að menn ljúga því, þú veist. Já, það horfi ekki á aðrar. Já. Þú veist. Já, viltu meina að hún sé algengari svo lígi? Menn í samböndum horfa á aðra konur og konur í samböndum horfa á aðra menn. Það bara nákvæmlega þannig. Það bara svoleiðis. Það kannski bara misjænt hjá fólki. Nei, það bara svoleiðis. Það kannski ekki allir í þessum dýragarði þínum. Nei, það svoleiðis. Það bara þannig? Já. Ok. Nei, bara lofa þér. Við erum ekki að ræða þetta mikið frekar. Ok, svo var það hjá konum. Nú ætlum ég að þú kannist við þessar legar frá kærustu þinni. Nú, efsta sæti, algengasta lígi hjá kvenmanni að ég fín. Eða I'm fine. Þú út ferskur. Já, þetta eins og ég ekki kona en samt því. Nei, þetta ég segi við því að ég ferskur, þá ég ekki góður. Já, ég ferskur. Þá þetta eins og hún sé að segja já, ég fín. Færði þetta oft? Nei, ég var ekki við kengja þetta mjög oft. Nei, svo var næsta algengasta þetta var á útsölu. En svo veist hvað menn eitthvað brjálast og konurna sem vestlið sér föt eða? Gæti ekki meira saman sko. Nei. Svo var það já, þú lítur vel út. Það þriðji algengasta lígi. Þú lítur vel út. Konu. Erum menn að ljúga því? Já, þannig ef þú ert að fara ásatíð eitthvað á morgun, hvernig lítið út hverju? Já, lítið bara mjög vel út. Það er bara glæsileg, svo hugsaður bara, oi, hún lítið. Svo 19% líkur hún sé að ljúga þér. Þetta er ekki fallegt. En svo eru það líka með sömu lígi konunnar að þær horfi ekki á aðra menn og að sími að vera batterislaus. Það er svolítið algengt. Þetta minnir mig á það blandi að við þurfum að hugja upp. Það er komin 175 skilaboð í innhólfið á þessu dating síðu sem ég skráði á. Ætlaðu þú ekki eitthvað að vera að svara því í vikun? Ég byrjaði að svara, ég byrjaði að bóka þið niður. Ég sendi á eina... Ekki segja ég byrjaði að bóka þið niður, eins og ég sé eitthvað kjötstykki þarna. Ég er fátt að taka þátt í því hvernig ég er að fara að hitta. Ég nefnist að senda eitthvað einustu skilabóð sem ég er að svara. Þú veist, en máli ég svara bara sem eru myndir. Ég er góður við með það. Og það sumir ekki með myndir og þá það er ekki svara. Var þetta ekki líka bara eitthvað 70 ára gamla konur eitthvað sem Nei, það var mismunandi sko. Og þetta er allt í Danmörk og Noregi og eitthvað. Já, og þú ert að slá í gegn hana. Nei, þetta er auðvitað bara svona alltaf. Nei? Jú. En vandamálið er, þú kannt sænsku eða ekki og eitthvað? Já, bara lítið sænska. Já, út af því að svo margar talaði mig á sænsku. Hvernig anskotanum að ég skilja það? Já, ég veit ekki. En settu við inn á prófílið minna í kynni sænsku? Nei. Já, ok. Talaði þetta lið ekki ennsku um það? Nei, greinið það, veist að sumar. Já. En þú ert allan að fara á date, ég ætla að bóka þig niður líklega bara, sko, í apríl, ætla ég bara að setja það bókanir. Bara rétt eftir páska? Og það fínt er, sko, ef við sendum þið út í Danmarkur. Wow. Það eru, förum hérna í örstuð skilabóð og svo förum hans betri auðvitað, svo erum við líka að fara í stuðlagið og... Já, þú tjekka á þessari, þú setur lagið á. Harlem Shake, það er eitthvað sem þú verður að gera. Nú horfðu í hóp, setur upptöku í gang og postar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndaðir frá Ormsson Lámúla 8. Og allir sem koma að myndbandsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Pólo í kaupæti. Fáðu Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Er ekki komin tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í bókum. Samsung NX100 með skiptanlegri linsu, eina frábærum Samsung myndavélum. Samsung setri, síðumóla 9. Langar þig í öðruvísi og framsækið háskólanám? Kynntu þér starfsemi háskólans á Bifröst í Háskólabíó laugardaginn 9. mars. Sunnudag á Stöð 2.
Mr. Selfridge, vinsælasta sjónvarpsþáttaröð í Bretlandi þessar mundir. Jeremy Piven fer á kostum sem frumkvöðlinn Harry Gordon Selfridge, maðurinn sem breytti verslunarsögunni. You are in at the beginning of something amazing. Mr. Selfridge, fyrsti þáttur sunnudag klukkan 20:05. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. Tryggður áskrift í síma 512-5100 eða bara inn á stöð2.is. Bring the world to Selfridges. Úrslitin í símabikarnum helgina. Fylgstu með Instagram helgina og njóttu handboltaveislunar með símanum. Þú ert að hlusta á FM 95 blö, á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Hverri mínútunni sem líður. Hvað segirðu? Hverri mínútunni sem líður styttra í stöðlagið. Já, fórst ekki í stuðið að hlusta á Pink syngja að gefa henni einhver ástæðu? Nei. Mér finnst ágæðislega Pink samt. Mér finnst þú svolítið verið með buxurnar á hælunum út af það föstudagur, þá verður bara stemning. Já, það enda næsta lag út eftir að fíla það. Það This is Love. Það mín persónulega skoðun. Já. Blóðan heil. En já, málið þetta algjör veisla fyrir þig, þetta firstdate.com. Já, hvað Því líka veislan. Já, en sko eina sem ekki veisla við þetta, ekki það, að, þú veist, það allar þessar konur, eru búan okkur til Danmörku eða Svíþjóð eitthvað. Já, Danmörku, Svíþjóð og Norvei. Það bara þannig. Ég er ekki fara að ferðast. En það er eitt gæi hérna á Íslandi. Já, ok. Eitthvað flippari. Já, sem segist vera gay, sem langaði að kíkja í bíltúr með þér. Já, hvað er það? Bara til fjall eða? Nei, sko, ég svaraði hann að sjálfsögðu anytime. Það er bara hvernig sem er. Nei, þetta Egill. Þú varst bara að lofa mér. Þú ætlar ekki að vera í einhverju svona fíblaskap. Inn á þessari síðu, þá kipi ég þessu bara út. Nei, þetta var... Anytime? Já, þú var að viðurkenna, kemur um gæi sem heitir Garðar, 66 ára, og sagði, spurði, þú kíkja í bíltúr. 66 ára? Já, og hvað átti ég bara að segja nei? Þú lítur að vita hvað þú ert, sko. Já, en reyndar heitur náttúrulega ekki Auðun Blöndal hérna. Myndin nokkuð lík það, allan, þú veit slíkur að, veit allir í Íslandi hverju Auðun Blöndal er. Nei, ég veit að hann ekkert. Heldur þessi gæi, ég veit ekki hvað þú ert, þú var bara að bjóða þér bíltúr. Ég veit ekki, bara sjálfsögðu. Já, bara ef það einhver 60... Var ég að skýta á með það? Já, bara orðuðum þannig, var einhver 66 ára gammal maður hérna sem að biðja að koma í bíltúr með sér, segðu þá ég hef bara ekki tími í það. Ég sé feskur. Við ekki bara sleppa því. Ekki alltaf lagi, eða? Ég hlakka til að sögja að senda tilbaka. Ekki samt, ok, ert þú bara núna, ert að fíblast heima í það, ég einhverju svona, að vera að senda einhverju á mínu nafni og mína mynd og allt? Ég er aðalega að reyna að hugja you up. Sendi eftir eitthvað svona, eitthvað inn á milli, eitthvað veisla. Sko eins og hérna, það er stelpurnir í Norvegi og Danmark og Sveitin hérna sem við erum aðalega að vinna með. Það eru mikið að biðja aðeins á Facebook, eins og einn segir hérna nice profile of yourself, sem er eiginlega hrós til mín, því ég valdi profilmyndin af þér. Nice profile of yourself. I'm not always here on the web because I'm a newbie, but you can add me and search my name on Facebook. My name is Nicole Karin Evam. Hope you reply. Broskall. Síðan ég searchaði á Facebook eftir henni og við erum að tala solid 9 þarna. Þú ert að fara í Danmörku. Ég ætla að bóka þenni Hvað fekk mig til að leyfa þér að leika með þetta? Ég mun aldrei átta ná því. Fílík veisla. Fílík veisla og ég þakkaði fyrir þetta. En síðan þetta er einnig gæi svona. Já, Ertu ekki dómið fyrir ykkur svoðisugli? Með gæja? Já, bara þú veist alveg. Já, ég meina, hvað er það versta sem gerist? Gæi pikkar þau upp og þú takkir eitt bíltúr. Hvað er versta sem gerist? Ég nenni ekki eins og tekka á því. Nei, bara kannski er það geggja skemmtilegur. Já, hvað, 66 ára, þetta bara nýja afi minna. Hvað ég voru að gera? Hættu þessu. Hérna, það styttist í stuðlagið og við ætlum að gefa flöskuborð og fleira. Þú ert að vera mjög ánægð með stuðlagið þetta, ég get lofaði því. Já, það er mjög líklegt. Örgulega jafn ánár ég verð með það að hafa liftir að skrá mig inn á þessa dating síðu þarna. Sem að einhvern veginn, ég fæ aldrei að skipta mér aðeins að neitt. Þú ert bara einhvern veginn með þetta. Þú ert með umsjónarmann í þessu. Já, og Cristiano Ronaldo er með manni því að sjá Twitter-akkántu sinn og þú með manni því að sjá dating-síðuna. Já, einu munurinn er sá að Cristiano Ronaldo, hann treystir sínu manni fyrir að sjá Twitter-síðuna sína. Ég treysti þér ekki baun fyrir að sjá mína dating-síðu. Það er bara þannig, sko.
vitum ekki hvort það verði einhver ástúrus en þetta lag heitir This Is Love og er með will.i.am og einhver er Eva Simmons. Þetta er ágætislag. Svo er það stuðkúkurinn að Egils. Tveir harðir á föstu degi. Auðun Blöndal og Egill Einarsson með ykkur til 6 í dag og það er slatti framundan. Við erum að fara að gefa hér og eftir flöskuborð, Tangerei flösku á austur. En við ætlum að breyta hans til á eftir. Já, sko... Nú fá hlustundur ekki hringinn. Nei, og þetta verður auðvelt. Já. Og þú varst með konsept. Að bara ringja eitthvað. Já, ég var að spá að gera þetta bara eins og þegar ég er með sveppalotto. Ég ætla bara að ringja eitthvað og einhver getur unnið flösku með að svara, ef ekki hafa spurningar um Ásgeir og eitthvað svona. Eina sem veit ekki allir Íslendingar allt um Ásgeir Kolbeinsson. Hann er svona gulldrengurinn. Jó, hann er... Gulldrengur þjóðarinnar. Hann er það pínu. Það vita allir, ég held ekki spurt hvert sem er. Ákveður ekki búið að koma svona Ásgeir Kolbeins trivialspil. Það var ógeðslega skemmtilegt. Ákveðlega. Þú veist, það kom svona friendspil, mástu? Já. Bara alla spurningar myndi ganga um Ásgeir Kolbeins. Það með þess að koma út sko 70 mínúnda spil á sinni tíma. Þetta er okkur $1 million hugmynd sem við núna. Ferðu svo langt að kalla þetta $1 million hugmynd. Heldur við myndum selja þetta svo mikið hér á Íslandi, við myndum greiða 130 milljónir, þetta ekki aðeins að tapa þér þarna? Nei, út af því, ef 300.000 manns kaupa spilið. Já, þú vilt semst meina að það myndu allir Íslendingar kaupa Ásgeir Kolbeins spilið? Já, 100%. Það er alveg klárt, sko. Þetta væri bara jólagjöfun. Þú getur sett 10 skall á þetta spil. Ok, en er þetta bara spurningar eða sérðu fyrir þér eitthvað annað í spilinu? Skilur þú? Kannski tengist eitthvað vinum hans. Já. Þú veist, Ásgeir Kolbeinsson á vin sem vinnur á bylgjunni og þeir chill oft saman. Já, hvað heitir hann? Hvað heitir hann og hvað heitir besti vinur hans? Það var svona Ívar Guðmunds Ottakarand. Já, hann var Abelgard Munds og Arnar. Já. Já. Skilur þú, tengja þetta svona saman? Ok, en myndirðu, hvað var svona fleiri golden spurningar þú ættir að vera að semja núna? Spurningar um Ásgeir Kolbeins spilið? Já, spilið. Já, hvað myndirðu setja inn í það? Einhvað sem við náttúrulega spyrjum eftir og við skulum spyrja út í páfagaukinu svo eftir. Hérna, gæludýrið hans. Hvað tekur Ásgeir Kolbeinsson lengi að eyðileggja eitt rúm? Já, ok, og hvað tekur það langa tíma? Hann kaupir enginn ofta rúm en Ásgeir Kolbeinsson. Já, ok, hvað tekur það langa tíma? Venjuleg maður kaupir rúm og síðan kannski bara eftir svona 10 ár kaupir sér nýtt rúm. Kolbeinsson er að rótira rúmum á okkur 4-5 mánuðar fresti. Hvað okkur er það eyðileggjast? Hann er að hossa sér eitthvað í þessu eða? Af hverju er það eyðileggjast? Þessi var helviti góða plan, já. Já, við skulum ekki fara út í þetta. En það er, hann veslar að betra bak bara 4-5 mánuðar fresti. Já, hann er bara samning þar. Já, og við Þú veist, hvað heitir, ég meina góða spurning í Ásgeir Kolbeins spili. Hvað rétt fær hann sér á Nings? Ég veit það, 68, hrískunum 0. Alltaf í hátteginu. Hvernig getur hann ekki verið komið leið á þeim? Nei, hann breytir allt til. Hann fer bara Suðurlandsbraut, Nings, hátegi, 68. Hann er svolítið vanafæstur en Kolb. Já, þú hringir ekkert í hann sem eru hérna Kolfaðir og kíkja hérna á Nana Tægi og breytir til. Nei, hann fer bara á sitt. 68 á Nings. En ég með leika hann líka með Championship Buddy. Já, við erum að gera það. Hefur einhvern tíma séð Kolbeinsson með bumbu og sagt svona, hvað, kallar hann ekki í góða standi núna? Hann er alltaf eins, hann er bara í standi. Já, ég hef aldrei séð hann með bumbu. Nei. Góða punktur, og hefur einhvern tíma séð húðin hans, sko, ekki flekklausa. Hann er með fullkomna húð. Já, hann er líka að hugsa um hana. Já, ég meina, svo hverju líkandar og hittir Ásgeir Kolbeins og segir við hann, Kolb, það kallar hann ekki að vera gigg í klippingu. Það gerist aldrei. Heldur það með einhvern tíma að gera? Ég fer annarkvæmt föstudag kl. 10 til Robbaði Carter. Hann fer vikulega. Já. Hann fer vikulega í klippingu bláðan til. Þú ert að stríða mér. Þú stríða mér fyrir aðra hverju. Og vikulega, og líka litur hann ekki vikulega? Jó, hann lætur alltaf, hann sé alltaf fresh. Já. Og klippir það þá okkur 2 mm á viku. What a human being. Við erum bara búin til þetta Ásgeir Kolbeins spil. Já, heldur það líka, hann er svona típan, hann var örugglega mjög til í það. Alveg 100%. Það er mjög gaman, eða ekki? Valtarinn er komin þannig fyrir næsta stúdíu. You're the man, Walt! Valtí Björn er á röltinni þetta fröndal, en við förum sér satt og gefum Tangerei flösku hér eftir örskamastund og svo ætlar að vera með þetta stuðlagi þetta eftir líka. Já, ég ætla að vera með þetta stuðlagi eftir. Ertu búin að velja eitthvað gott? Akkur segir ekki svona, verður ekki örugglega stuðlagi eftir? Ég lakka til að heyra stuðlagi. Hvernig verður þetta smá jákvæður? Ok, verður ekki örugglega stuðlagi svo eftir Egill? Það hlakka ekkert smá til. Það sjálfsögum Blöndal, það verður sinni stað. Það verður ekkert smá skemmtilegt, þannig að það er nóg framöndan hér hjá okkur. Yes. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu bóðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þóról Daniels helgar og þú getur unni máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Dominos kynir Identity Thief. Frá þeim sömu og farða for Ted kemur einn fyndnasta mynd ársins sem fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Jason Bateman og Melissa McCarthy úr Bridesmaids fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd. I got no money, I got no time, I've got no pants. Identity Thief. Komin í bíó.
Gjafakort Smáralindar tilvalin fermingargjöf. Einföld og frábær. Sjáumst Smáralind. Öðruvísi kennsluaðferðir og nám sem nýtist. Kynntu þér háskólalífið á Bifröst í Háskólabíó þann 9. mars milli 12 og 4. Lenovo og Túborg léttöl kynna. Páskagleði í listasafninu þann 30. mars næstkomandi. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og síðast en ekki síst Daniel Ágúst. Svakalegu ljósa og hljóðkerfi verður lofað og barinn verður fáránlega ódýr. Ekki missa af mögnuðu páskadjammi. Miðasala á miði.is. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Tveir harðir í FM 95 Blö. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 95 og ekki bara FM 95 Blö, heldur það tveir harðir þennan föstudaginn. Mér finnst stöðun að þessi komið tími ekki segja Stöðlagið. Nei, jú. Ok, Nei. Hvað segirðu? Það nei. Já, Nei orð sem ég þoli ekki. Það er stöðlagið það sem sagt. Já, sko, málið Blöndale, að fólk vil komast í stöð núna. Já, en fólk ekki í stuði, búið að vera að hlusta á okkur, það er föstudagur. Jú, þess vegna vill að stuðlagið og við erum að fara í veislu í dag. Ertu sem sagt, ertu alltaf búin að velja stuðlag? Já. Ég byrjaði að pæli það mánudaginn. Þú ert ekki að pæli þess að mánudaginn. Nei. Og ég hjóla kannski í hádeginu í dag, bara herrið, já, alveg rétt. Best að finna eitthvað. Og ég hef átt eftir að vinna með einn meistara sem kalla sig DJ Splass. Hvað er hann að vinna í Vastareynabötagarðið eða? Nei, hann heitir bara DJ Splass. DJ Splass? Og við hefum aldrei verið að vinna með þennan DJ áður og hann er frá Ungverjalandi. Já, skrítið höfum ekki verið að vinna með DJ Splash frá Ungverjalandi. Hann er frá Ungverjalandi og hörðu, og frábær DJ, frábær. Hvað lög á hann? Crying Soul sem má ekki skæða það lagið sem við erum að fara að spila í dag. Og This Is My Life. This Is My Life. Bass is Kicking er líka í rugglinu. Bass is Kicking er með 5,7 kúlur á YouTube og DJ Splash. Bass is Kicking? Bass is Kicking. Við reyndarum ekki að fara í Bass is Kicking sem er 5,7 kúlur. Við erum að fara í Crying Soul sem er í 1 kúlu. Hvað, grátandi sála? Erum við að fara í það? Já. Og það er reyndar held ég ágætist titill á lagið því að þetta öðruglega eftir að fá sál mína til þess að grenja. Ég held að þú komir að komast í stuð núna. Ég þarf náttúrulega að finna þetta hérna, ég gleymi því alltaf. Þú ert að vera að koma til stuð núna. Hvað heitir hann? DJ Splash? Já. DJ Splash. Þú hatar DJ? Nei, ég hata ekki DJ. Í fyrralífi, það eru einhver DJ. Og hvað segir að lagi heiti? Crying Soul. Crying Soul? Já. Já, með 1 million views. Hefur einhvern tíma, þú varst skokkandum á Söðakorgi 12 ára sköllóttum, allt niður þig. Í 11. sinn, ég var ekki sköllóttur þegar ég var 12 ára. Þú veist það alveg. Er það að gera það bara til að baka með það? Nei, en kom einhvern tíma einhvern DJ í bæinn og gaf þér kynhesta á gamla skólanum. Nei. Hvað hefur á móti DJ? Ég var með þess að bara með fínt hár þegar ég var 12 ára. Ég hef ekkert á móti DJ meit. Ég þekki fullt af DJ-um og mér finnst þið bara mjög fínir. Já, bara ekki mínir DJ-ar. Ég meina DJ Splash frá Ungverjalandi er bara ekki að gera neitt fyrir mig. Ég byrst afsökun á því. Þú ert ekki að sem það hlust á hann. Crying Soul, já. Ít og play. Já, það er það sjens. Áður og búin að dæma hann áður ít og play. Þið þekki reglurnar, kæru hlustendur, Egill með mér hérna einu sinni viku og fær að halda sínum dagskráraliðum. Þetta er einn af þeim, hann heitir Stuðla Gilsarans. Ég byrst afsökunar á honum. Hættu þessu. En það er reyndar einhver að núti sem fíla þetta. Ég verð að gefa aglið það. En þið hinn sem að þið eruð á sömu bylgjulengd og ég. Það tekur stuttan tíma og skulum bara setja DJ Splash og Crying Soul á. Nei. Hvað er þetta? Bara byrja. Byrjar það bara strax bara í ruglunu. Splassar er ekkert að gríða þetta, sko. En það er að byggjast upp í stemninguna. Er þetta besti parturinn? Nei. Lagið var að byrja. Er ekki lagið með þig? Já, byrja með kraftinn. Já. Ok, hvað þurfum við að spila þetta lengi? Ég mæli með bara all lagið. Ekki sjens í helviti.
En það er hreinskilum með, ég skal ekki vera að stoppa þetta mikið. Ég sungi í laginu. Ekki mjög mikið. Ekki mjög mikið. Það er ekkert að spæsi eitt söngur þarna með. Það er að koma góð partur núna, Blondell, for the love of God. Þetta er DJ Splash með... Hvað er búinn? 1,5 mínúta? 2,5. Þú ert að ljúga? Nei, ég gæti bara hérna og kíkt á þetta. Þetta er DJ Splash með lagið Crying Soul sem er örgulega það sem er að gerast í þjóðsfélaginu núna. Ég er nokkuð viss að þess að geggjaður partur á þetta eins og. Grátandi bara... Sérðu hvað hann gerir núna? Spassarinn keirir tempóið niður. Hvað er hann að gera núna? Keirir tempóið niður. Já. Til þess að fara svo beint aftur í það sem hann var í. Til þess að geta keirt tempóið upp. Þetta er sem góð... Er þetta þess að besti parturinn núna? Nei. Þetta. Nei, veitu, nei. Hann er að undibúa þig, hlustandan, Blondell, fyrir besta partin í laginu. Já, það gengur illa hjá hann. Hann er bara ekki undibúið með fyrir neitt. Þetta er allt einsinn. Lagið múin að vera einsinn að byrja. Það er ekki mikið sungið þessum leið. Nei, ég held þú að vera leikar að stríða hann í dag, sko. En nú aftur tekur það Blondell illa í stuðlagið. Nei, ég hef ekkert alltaf tekið illu. Einu sinni tekið vel, held ég. Tvisvar. En það er, þú veist alveg, þú átt ekki, hlusta á þetta. Hæ? Ég veit ekki hvort þú að vera að sniffa eitthvað lím hérna fyrir útsendingu, en þetta er bara eitthvað en ekki að gera sig. Ég hef ekki mikið verið því að sniffa lím. Nei, það vona ekki. Þetta var stuðlagið, þú vext 3,5 ára. Þú lítur að vera ánægð með það. Já, ég er bara nokkuð viss að besti parturinn að vera akkurat á síðustu myndunum. Þú ert alltaf að segja að besti parturinn sem er að koma, svo gefur hann aldrei. Þetta var stuðlag Gilsarans DJ Splash. Já, DJ Splash, þið getið tjekka á þessu internetinu. Lagið hétt Crying Soul eða eitthvað álíka, þannig að við þökkum fyrir okkur. Þið að hlusta á FM 957 og það er föstudagur og það er 8. mars og við erum að fara að gefa Blondell flösku. Það er svoleiðis. Við erum ekki að fara að gefa Blondell. Nei, við erum ekki að fara að gefa Blondell. Nei. En það verður gaman, einhvern tímann að gefa Blondell, einhvern hálftíma kannski. En hérna, sko, við erum að komið að gefa flöskan, við ætlum að vera með nýja regl í dag. Við erum búin að vera með þessa kvikmyndaleiki hérna sem hafa, jú, hafa verið fínir, en bara verið einhvern veginn allt og léttir. Já, þetta verið walk in the park. Já, því að það okkar, þú veist, aðdándur hafa verið að ringa inn og bara farið létt með þetta. Þeir eru bara ógáðaðir. Já, það sem við ætlum eins og að gera núna er að ringja bara eitthvað út í bæ, spurja 3 spurningar og ef ykkur getur svaraði með öllum rétt, þá fann að flöskuborða austur. Já, með Kolbeinsen. Já, bara Tangerei flaska með Kolbeinsen. Við höfum alveg farið nóg oft yfir þessum þætti hversu mikill vinningur þetta er, sko. Hvaða spurningar eru að henda á lið? Bara, veist, hvernig gælutýr og kolb, höfum þetta allt einhvað tengt Ásgeiri. Ok, hann er Págauk. Þó svo hann vill það ekki, hann bara ræði það ekkert í dag. Hann er Págauk og hann gengur mikið í bleikunarbúsum. Já, hann er, hvað heldur hann sé 50% kolb? Kolbeinsen? Já. Hann er 12, bara solid 12 allan á þessu ring. Þú ert í gambling með Blondell, þannig að þetta verður skemmtilegt. Okkur og lendir. Kolbrún. Kolbrún, gott og sæl og blessuð og til hamingju. Þakka þér kærlega fyrir. Þú ert komin... Það er ég núna unnið. Þú ert ekki búin að vinna neitt en þú varst dregin út og ert komin, þú ert 3 spurningum frá. Já. Tangerei flöskuborðið með Ásgeiri Kolbeins. Oh my god. Á austur. Já, bara þannig. Það er bara svoleiðis. Já, minn ég sölu á þetta. Já, þú ert að svara... Ég þarf hvað ég að mæta. Já, sko, nei, spurningarna koma fyrst, þú ert að vinna. Já. Hvernig Hvernig gæludýr á Ásgeiri Kolbeins? Págauk. Hárrétt. Það er hárrétt. Já, hann á Págauk. Hvað er Ásgeir Kolbeinsson í 50%? Vil ekki fara valmöguleika? 5-10? 7. Hún er ekki langt frá það, hann er líklega solid 7. Já, við gefum þér það. Síðast en ekki síst, Nonni Plugg, a.k.a. Nonni Tattoo, Jón Gunnar Geirdal, var að opna veitingastað í dag, hvað heitir hann? Í dag, klukkan 7 í morgun opnaði veitingastað. Nonni Tattoo. Já, kallaði Jón Gunnar Geirdal, Nonni Tattoo, Nonni Plugg. Hann var að opna veitingastað á Suðurlandsbraut og... Það setja samlokur og djús þar, hvað heitir staðurinn? Sko, hann byrjar á L, staðurinn. Það byrjar á L. Létt og lággótt. Nánast rétt. Við verðum að gefa henni þessa flösku. Þú ert búin að svona, það heitir Lemon. Lemon. Þú er ekki að grína. Nei, þú átti lökubóttinn. Þú átti inni... Í lökubóttinn? Já, þú átti inni flösku Kolbrún á austur til hamingju. Með blandi öllu pakkanum. Þetta er andröðið 40-50 krónur. Já, Tangerei. Það er bara svoleiðis. You made my day. Já, og þú getur tekið vinkonuna með og hérna... Já, auðvitað tekur einhvern með. Það getur að sitja þarna einu á svamni með flöskuna. Vona ekki. Hvað er að ég sækja vinningin? Bara nýr austur. Þú mæti bara austur og segja nafnið þetta á barndum, allt klárt. Segðu þetta unnið þetta í útafsættunum F957 og F957. Takk kærlega fyrir. Má ég koma whenever. Skemmtilega að fara helgarsamt. Já, skemmtilega fyrstu lögutum. Ég skemmti mér hægt. Já, takk fyrir að taka þátt í þessu skemmtilega leik. Já, takk aðeinslega. Ok, bye. Bye.
Ok, þarna vorum við með Kolbrúnu sem var a Cobain fan. Það nokkuð ljós. Gat Páfagaukinn. Já, maður þakka fyrir hún sagði okkur ekki hvað Páfagaukinn hans heitir. Sko 7% var... Heitir hann ekki Matti eða eitthvað alveg að gera? Ég sagði 12 við Kolbein. Ég reikna ekki með, það mass. Kolbein sem kannski 12 í DS. Já, hann er líklega 7 þetta. Já, sem var rétt hjá hann. Hann var rétt hjá hann þar, en létt og lággöld var ekkert svo langt frá því. Létt og lággöld lemon. Þannig að, já, það búið að gefa flöskun í dag og það var Kolbrún sem vann hana. Við verðum ekkert öðru í sig leik næst. Hér á föstudegin ekki mikið lengur. Þetta búið að vera fínasti þáttur í okkur Egill. Þetta búið að vera veisla frá A til Ö. Já, nú hins vegar komið að lokum hjá okkur strákunum. Hvernig kvöldi hjá Egil Einarsson? Egil Einarsson har bara hendi sig 400 grammum af nautalund. Það ekkert annað, þetta er hálft kíló. Já, fyrir það tók þunga réttu í dag, þú vorst með nefnir þar. Já, við vorum að detta saman í dag. Við stóðum okkur vel félagarnir. Já, við tókum að henda vel að kjötinu. Veistu hvað Hjörpi spurði mig í gær? Nei. Okkur köllum við okkur ekki 2 ljótir eða 2 línir, hann vil menna sem ekki 2 harðir. Þessi var helviti góður hjá hann. Já, hvað, ég veit ekki alveg hvað þetta, hann ekki bara eitthvað tæpur í skapinu þessa dagana? Já, hann eitthvað, hvað græðir hann? Já. Og segja svona ljótan hlut okkur félagana. Ég bara næði ekki. Það sko, ok, við erum í tónformi. Þú veist, sem er tilfinningar sko. Já, sjálfsög. Bakveinan grjótara líkama sem ég er með og þú er með. Hvað segir þú á? Tilfinningar. Just because I rock, I'm not made out of stone. Já, það er nákvæmlega þannig. Já. Þú veist, og Hjörvar gerir sér grein fyrir því. Það er ekki eins og hann sé okkur útáfinn í gerð, sagði hann til beinna. Hann sagði til beinna útendingu í gerð. Það er ekki eins og hann sé líka eitthvað súpermódel hérna sitjandi beint á mótum mér á 50 dögum, sko. Þetta var ekki fallega gert hjá honum Hjörvari. Nei, og Hjörvar er út að hlusta, okkur finnst þú fallegur og góð mannverðar. Góður drengur. Já, bara keep up the good work. Já, standaði mjög vel. Já, en við verðum, mættir eftir hér næsta föstudag Egill, en við Björn Bragi verðum mættir hér á mánudaginn, endilega tjekkja á því. Rikki G mættir í stúdíóðu, þú hefur sjaldan litið að vel út, Rikki. Looking like a real man these days. Sérðu kallið. Já, hann er bara að taka af sér ykkur 20 kíló. Já, þetta er bara talandi ofumódel. Já, hann tekur ykkur 10-15 af sér viðbót, þá held ég sem komin í toppstand, sko. Já. Má þetta rósa það. Já, þú er búin að standa sér vel. Já, þú er búin að standa vel, Rikki, má dega, þú lítur vel út. Og það er komið að lokum, heyrumst á mánudaginn, takkið vel á myndir Rikka G, hann verður með ykkur til 9 kvöld. Góða helgi og bara, hafið það gott, takk fyrir að hlusta í dag. Svo gott er blátt hrísgrúnunissa. Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Náðu betri árangri. Í Intersport færðu íþróttavörur sem hjálpa þér að ná lengra. Intersport, alvöru sport. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni.